Jæja, Sigmundur, hvernig gekk? Ekkert eitthvað rosalega vel held ég. Nei? Fyrsta skotið fór bara út úr hringinn og, ég veit ekki. Þetta fyrstu, svo þriðju skotin eða fjórðu, það var svo alltaf læg. En, ég veit ekki, svo var alltaf læg 100 metrar, svo 200 var svona eitthvað. Og svo hafði ég enga tíma. Ég held ég skaut 1 skot í 300. Já, en þú er eiginlega runnið út af tíma? Já, ég held ég hafði meira. Ég var aðeins að taka mig tíma að vanda mig. Já. Þannig að það kannski hefur komið í bakið á þér? Já. Með tímaskortinu? Ég held að mér gekk ekki eins vel og ég gekk í sísta ári. Einmitt. Kæra þakki fyrir þetta. Takk fyrir. Jæja, Bjarni. Hvernig gekk í dag? Það gekk svona la-la, svona segja. Það byrjaði ekki vel, fyrsta skotið á 100 metrum, það var svolítið neðalega. En klikkaði svo til og þá voru næstu 4, vonandi bara allt í 10. Svo 200 metrum þá, það bara ekki grúpa að vera nógu góð sko. Og ég var sama 300 sko, þannig að það var svona svolítið dreift spjaldið. Já, þú séð ákomuna? Já, sá alveg vel bara 200 og 300 sko. Já. Þannig að heldur þú verður ekki verðlaunasæti í dag eins og í fyrra? Næ, ég held að það sé næpi. Nefna mennuganga en það var mér sko. Já. En það var allar kúlur voru á spjaldinu. Já. En það var ein hann á 300 sem var bara 1 stygg. Eitthvað útturir. Já, hann var bara í línunni sko. Já. 1 stig er betur en ekkert. 1 stig er betur en ekki neitt, það er rétt. En hitt á svona einhverjar 5 fjarkar eða eitthvað svoleiðis, held ég. Já. Eiríkur Jónsson, skotfélag Akraness. Frábært. Það hefur verið fært hingað? Já, ég hef nú sjaldan komið svona góðu hérna, ég hef nú samt mikið komið til Keflavíkur. Já. Tengdamamma bjó hérna í mörg ár sko. Einmitt. Segðu mér hérna, hvernig gekk þér að skjóta? Ekki vel. Nei, á hverju ekki? Það er nú ýmislegt, ég skaut á 100 sko og svo sleppti ég 2 á 300. Já, skaustu bara 5 skotum? Já. Það fyrir að fyrst að ég náði ekki alveg parallaksin á sætfókusnum á 200 sko. Já. Og frekar heldur en að vera að skjóta á næsta blaða þá bara lét ég gott heita. Já. Þannig að svo er ég bara stífur hérna aftan í erfitt með að
hanga svona upp í maður og svo fullorðinn sko. Já, einmitt, eins og fleiri. Eins og fleiri. Já, það tekur á að liggja svona og fetta sig. Já, ég skaut ágætlega heima hérna 100 metrum sko, hérna ég skaut nú reynda bara 3 skotum og það gaf mér 34 stig. Ég held að það er ekki eins, ég veit ekki eins og hvort ég hitt á blaði núna sko. Já, þú hefur ekki séð ákomuna? Nei, ég sá það ekki. Hvernig gekk þér í dag? Það gekk ekki alveg nógu vel. Nei? Ég held að það hefði gengið mjög vel fyrir utan ein slæm mistök. Ég setti eina kúlu sem var ætluð fyrir 200 á 100. Þannig að ég er með einu auka á 100 og einu og fáar 200. Já. En mér sýnist að það hafi gengið vel, sko, annars þær fóru allar þangað sem þær átt að fara, sko, fyrir utan þessu einu. Já. Það kemur ljós. Já, skautu þá bara 4 á 300? Eða á 200? 200. 4 á 200, já. Sástu ákomuna á 300? Ég skaut fyrstu og ég er ekki viss hvort ég hafi séð marka fyrir hvar hún var, en sýndist hún vera kannski svona örlítið til hægri, sko, þannig að ég sendi bara styrti miðað við það og sendi allar og þess að sjá hvað þær lentu, sko, það kemur ljós. Lentur nokkuð vandræðum með tíbrá? Það var aðeins. Já. Varstu með deyfi? Já. Já. Þá kemur meiri tíbrá þá? Já, ég er með sokk utan á hann og það gjör breytti því, sko. Já. Það truflar ekki meiri. Það hjálpar? Já. Heyrðu, kærar þakkir. Já, takk sem leiðis. Nei, Hannes, hvernig gekk í dag? Ég held að þetta hafi bara gengið bara svona þokkalega með mann á mínum aldri. Já. Og það er bara að vera með og hafa ánægju. Já. Og það sprungu öll skotin, þannig að þá er ég bara ánægður. Já. Og þetta var bara mjög þokkalegt, ég meina að vera svona í fyrsta reyli. Jú, maður sá ágætlega á mörkin og núna er sólin að koma upp. Þannig að þeir sem koma á eftir, það verður erfiðara fyrir þá. Þeir getur fengið sólinn í augun? Þeir getur gert það. Við þekkjum það hérna. Já, en við erum reyndar með spjöld sem við ætlum að reyna að hefta í gardið. Já, til að setja skugga á menn. Já, það er nauðsynlegt. Já, það gerist. Við hefum fáið svona hjálpatæki. Já. Já, hefum fáið forgjöf eins og gólverðinu. Já, þið fengur náttúrulega ljósa á skífunar, sko. Já, já en takk fyrir alveg frábært framtak. Og gaman alltaf að koma og vera með. Þetta eru fjölmennustu mótin sem við erum með. Já. Þannig að þetta er bara þörf fyrir svona lag. 55 gráðir. Já. Mættu vera fleiri konur. Já. Mættu vera. Já, ég skil ekki það. Hvers vegna er ekki fleiri konur að koma? Nei. Vonandi verður það næsta ári. Við hvetjum þær allavega til þess. Já. Það er með að koma hérna og eru velkomnar. Já, takk fyrir það, Hannes. Já, takk fyrir því. Takk.
Hvernig gekk þér í dag? Sko, síðustu árin þá hef ég alltaf spáð vitlaust í þessu viðtali á eftir. Farið brjálaður heim, því að ég hitti ekki eins vel og ég ætlaði mér. Já. Svo ég held að borgi sig að bara byrja að gleyma því að hafa komið yfir höfuð. En ég var ánægður með 100 metrana. Já. 200 og 300 metrana sá ég illa fyrir típa á. En, nei, ég get ekki spáð í að gangi betur en síðast, en það tapa ég alltaf á því að bjarsi. Það er þannig. Sástu ákoman á 200 og 300? Nei. Nei. En það er bara krossleikja fingur og vona það besta? Já, maður hefði getað nýtt tíma betur og vona kannski að kólnaði eitthvað, sko. En hérna, nei, virkilega gaman að spila og vera með. Já. Og hérna, geggjað veður, alveg frábært. Aðstæðurnar eru bara mun betri heldur en ég átti vona á. Já. En nei, það er gaman og hundar var fínt og svo sjáum við til hvað gerist. Já. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, Sindri, þú varst að skjóta í fyrsta riðli. Já. Hvernig gekk? Bara vel held ég. Já. Þokkalega. Tómar 10? Allavega 100 metrum, eitthvað að 10. Já. Og jú, þetta var bara fínt og 200 líka. Já, og 300 sástu? Nei, ég sá nú engin göt allavega. Nei. En það lítur að vera inn á blaði. Já. Ég vona það bara. Já. Já. Þú hefur að keppa áður, eða ekki? Jú. Jú, þetta er 3. skipti. Já. Vanur maður? Já, svona, ef maður fer að æfa sig fyrir þetta, þá er maður vanur maður. Já. Heyrðu, takk fyrir. Takk fyrir. Magnús, hvernig gekk þér? Ég held að mér gekk bara sæmilega. Ég verð nú ekki sennilega efstur, en vonandi ekki neðstur. Já. Og gastu séð afkomuna? Já, ég gat séð það nokkurn veginn. Já, og öllum færum? Já. Einmitt? Eða svona, ekki alveg hvert einast skot, en ég sá svona eitthvað af þeim. Já. Sólin var aðeins að trufla mig, svona seinnipartinn í tímanum. Þá var sólin farin að skína alveg í augunum. Já, það er mjög þægilegt. Já. En þú náði að skjóta öllum skotunum. Já. Einhver betur heldur en sinunum með það, hann gaf sér aldrei góðan tíma í þetta. Já, ég náði öllum, já. Þannig að þú kannski vinnur hann í dag. Það kemur í ljós. Jæja, Eiríkur Björnsson. Já. Hvernig gekk þér að skjóta í dag? Bara ágætlega held ég. Já. Já. Allavega á 100 og 200. Ég sá nú reyndar ekkert hvað ég var að gera á 300. Og ætli það hafi ekki verið að því sólin var farin að skína svona móti. Mótljós, já. En þú veist ekki hvernig ákoman var? Nei. Ertu sáttur með þitt? Já, það var allavega á 100 var það bara ágætt. Og 200 sýndist mér að vera alveg sæmilegt. Já. Þetta er náttúrulega ekki fyrsta móti sem þú tekur þátt í? Nei. Þú skotið í nokkrum skotmótum. Já, það er alltaf. Jú, það er alveg rétt. Þetta er alltaf ógeðlega gaman að koma hérna á hverju ári og skjóta tarfinn. Já, þetta er svona krefjandi. Já, þetta er mjög gaman. Þetta bara, ég skaut 4 skotum.
Hvernig gekk þér að keppa í dag? Ég allavega alveg bara sáttur, já, þetta fint. Með veiðiriffilinn? Ég er með veiðiriffil. Hvað var hann þungur? 4,2. 4,2. Vel innan marka? Hann er vel innan marka og mér skilst að dómnefndin sé að íhuga að gefa auka stig fyrir léttasta riffilinn. Já. Já, það er spurning hvort að það sé ekki þannig. Já, það ætti allavega að vera eitthvað forgjöf, sko. Já, ég klikkaði alveg á því því ég kom ekki með K95. Já, sennilega náða að hafa mig þar. Ég held að það sé aðeins léttar en þess sem ég er með. Já, aðeins, kannski. Já, það er allavega alveg í balans. Já, já. Sástu hvað þú varst að skjóta? Já, það var svona ágætt að sjá ennþá, en sólinn er að skríða yfir. Já. Og ég náði svona að skýla mér hérna með því að fara vinstra meginn á borðið, þá náði ég að skýla mér með sólinni. Já, verið í skugganum. Já. Já, við þurfum væntanlega að setja pappaspjöld yfir. Já, fyrir næstu 2 riðla allavega, kannski 3. Já. Já, já. En ég held svona megnið af skotunum sé á blaðinu á 300. Já. Ég hitti nú öllum í skífun á 200 og sýndist þetta að vera ágætt á 100 en ég sá ekki nema 2 götur samt, sko. Já. Ég veit ekki hvað það er gott eða slæmt, það var komið ljós, sko. Þetta er eins og ég segi alltaf um menn, sko, ef þú sérð ekki gatið þá er örugglega í 10, ég er að vona að sé það. Já, já, það geti verið. Já. Já, já. En þú ert með nýtt kaliber? Ég er með nýtt kaliber, já. Það er ekki alveg nýtt, en svona tiltölu nýtt hérna á Íslandi. Já. Það er ekki margir með svona? Nei, ég held ég veit 4, en ég veit að sko einn í PRS-inu er búinn að vera með þetta í einhver ár, sko. Já, já. Já, já. Hann Jói, hann er búinn að vera með þetta. Og gengur sæmilega með því? Já, já, hann er flinkur með þetta. Já, en það er nú ekki kaliber sem skiptir öllu máli? Nei, nei. Það er skotmaðurinn sem að... Skotmaðurinn skiptir mestu, en svo er gott að vera með góð verkfæri líka og það er alveg nóg frambúð þeim á Íslandi. Já, já. Heyrðu, takk fyrir Stefán. Ekkert mál. Það var komin tími að pásu. Ég er Gísli Rúnar Kristinsson og hérna er hann Kristi Guðmundsson, það er pappans Gísla. Það er strákar. Já. Þið voru ekki báðir að skjóta í dag? Nei, við ætlum báðir að skjóta og ég skráði kallinn, var alveg sannfærður um það að ég myndi draga hann í þetta. Já. En hann svona, Freistið sér ekki alveg? Nei, en maður þarf líka að hlusta á skrokkin. Skrokkurinn var bara ekki nógu góður í þetta. Já, já. Þetta er fyrir þá sem eru stífur í háls og baki, þá er þetta krefjandi að skjóta liggjandi. Já, ég kannast í það. Já, þegar við... 75 ára. Við gömlu kallarnir þekkjum þetta. Já, það hluta til leti líka. Ég skal alveg viðurkenna það, sko. En ég er slæmur í bakkinu, þú veist, og það er bara ég tók þessu ákvörðu, ekkert annars. En þú hefði keppt áður? En enga séu, já, ég hef keppt þetta áður. Ég hitti fyrir það, þá skutum við saman. Það er náttúrulega, það er æðislegt, þetta er góð aðstæða hjá okkur svona.
og ég fíla þetta og þetta er skemmtilegt mót og það er góðu félagskapur kringum þetta er vel sótt og svona og það er, mér finnst það bara æðislegt og fleiri í þetta. Ég var að tjekka, er þetta ekki bara fjölmennasta riffilmót sem hefur verið haldið á Íslandi? Jú, örugglega. Það gæti verið. Ég held efast að það einhver mót verið haldið sem er fjölmennara þetta. Já. Í riffilkeppni allavega, kannski í skítinu. Já. En heldur strákurinn hafi eitthvað getað skotið? Ég fylgist þetta með hann þegar hann kemur út sko út úr og hann moplaði svolítið því svona fór beint í pönnukökurnar. Það þýðir að hann hefur gengið ákveðlega held ég. Ég er búinn að segja það í hug sko. Ég ætla ekki að fá mig pönnukökur sko fyrir en eftir skota ef ég fengi magan sko. Ég fæ mér svolítið mikið að Nutella og rjóma og svona sko. Þá ég ætla ekki að vera með magan að þeirra skota. Nei, þá var eins og Herru, ég get gert betur en ég er með rosa þund hlaup á byssunni og ég finn að það hefur áhrif þegar ef ég kæli ekki rosalega vel á milli skota þá hendir hann skotunum aðeins út fyrir en þetta er allt í lagi, ég er alveg með í keppni en ég vildi að þetta hefði farið aðeins betur. Einmitt. Ég ætla að gera betur á næsta ári. Gísli, vera með. Heyrðu, takk fyrir þetta. Takk fyrir það. Jæja Einar, hvernig gekk? Það gekk svona allt í lagi bara. Byssan var ekki að haga sér eins og hún var í gær, svo kom mér svolítið óvart. Svo ég ætti að vinna með það. Já, hún er hvað dindótt? Hún var bara að skjóta aðeins niður og líka aðeins til hægri, svo ég ætti að stilla aðeins fyrir það. Þetta er nýr riffill, er það ekki? Jú. Já. Hvernig heldur það við gengið? Sástu ákominn á 100? Já. Hún var örugglega í kringum eitthvað 40 markið sko. Og ég held að ég hafi skotið frekar í kring rétt fyrir neðan 100 heldur en yfir. Já, en hérna á 200? Sástu ákomina? Já, ég held að ég hafi til dæmis þar og skaut ég 2 hérna í 1 og svo 2 í 10 og svo 1 í 9 mögulega. Já. Og 300? Þar var þetta svona bara mix. Þetta var allt inn á í skíðuna samt. Já, þú hefur séð það? Ég hef séð það, já. Já, frábært. Kærar þakkir. Takk. Og ekki halleluja. Byrjaðu að segja mér fullt nafn. Guðmundur Valdimarsson. Já, Guðmundur. Frá Ísafirði. Já, þú ert komið frá Ísafirði til að keppa. Þetta er bara smá skreppur. Já. Þetta er alveg margra vikna ferðalag fyrir okkur að fara vestur en... Það móti ekki aðeins líka, þannig að þetta er allt í leið. Já, getur nýtt ferðina. Nýtti ferðina. Já. En hvernig gekk þér núna að skjóta? Já, ekki vel. Ekki vel? Nei. Hvernig stóð því? Aðalega fyrir klaufaskap held ég. Já. Setti eitt auka skotan í 100 metrana. Já. Það er lítið góður.
Þú ert nú vanur keppnismaður, þannig að það var verið mikið stress. Nei, það er bara illa skotið. Já, en þú hefur keppt í svona móti áður? Aldrei. Aldrei? En ég nota riffilinn talsvert, sko. Já. Sástu ákomuna á 100? Já, nokkuð vel, sko. Já. Og hvernig var það? Hún var ekki marga fiskar, sko. Nei, en 200? En það verður heldur. Það er Við skulum sjá til. En 300? Já, ég held að það verður 300 blæðið, sko. Henni hringinn, har að segja. Já. Heyrðu, kærar þakkir. Ekki. Jæja Karl, hvernig gekk þér að skjóta í dag? Það ég hef búist betur á 100 en ég held að sé allt í blaði einu hring á 2 og 3. Þannig að þá ætla ég nú bara að vera sáttur með mína 12 stækkun. Já, þú ert ekki með meiri stækkun. Nei. En þú hefur ekki séð, það var inn á blaðinu? Nei, ég er spottir. Annars hef ég ekkert vitað, hvorki á 200 og 300. Þannig að það var gett næri tími í það var bara allt í lagi, með reyna tíma. Þeir eru 15 mínútur? Já, og það tókst. Þannig að en ég er bara hlutastlega bara ánægari með 200 og 300 heldur en 100, sko. Já, maður er eitthvað, það er alltaf átt að gera betur. Já. Það er bara svolítið. Svo er nú álag að vera svona móti? Já, ég er nú alveg vanur. En mann er bara að fókusa á rétt og þá er það ekki kannski alveg. Það er kannski, ef maður flýtist svona mikið. Já. En svona, með að þú kalla tíman, þá hafði ég enga áhyggjur. Það var bara fínt. Já, Yngvi, hvernig gekk þér að skjóta í dag? Það mátti vera mikið betra, en þetta er bara, búið. Er það ekki alltaf svolítið að mega vera betra? Það þýr ekkert að vera um einhverja afsakanir. Sástu ákomuna? 200-300, nei 1 og 200. Já. En svo þegar ég búinn að skjóta 2 og 300, þá sá ég að það var hliðavendur. Ég kláraði bara síðustu 3 aðeins upp í og bara sjá hvað gerist. Það er svona kannski líka skjól af húsinu til að byrja með, fyrstu 100 metrana aðeins, það er svona okkur í bakið. Hún er nú það þungulega, hún hefur ekkert áhrif á 100 og 200 metrum. Já. Ekkert þannig, sko. Einmitt. En þegar fyrir að gera það þegar við erum búin fyrir 200. Já, Jens, hvernig gekk þér í dag? Þokkalega. Það var allt í lagi á 100. Svo fór 2 út úr strax á 200 og 300 var nú bara svona, bara grís, hvað það lendi. Sástu ákomuna? Nei, ég sá eitthvað, ég sá ekki mikið. Já, þú kemur náttúrulega frá Akureyri til að keppa. Já. Sérstaklega. Fyrir þetta mót. Þetta var mikið gaman að koma hérna. Já, þetta er skemmtilegt mót, menn hafa gaman að þessu. Já. Heldur þú að hafi náð að vinna bróðið þinn, Stefán? Já, ég er ekki neinum vafa. Nei, ég náði því ekki neitt.
Við höfum eftir að sjá hvernig stigum er það. Já. Það kemur í ljós. Já. Heyrðu, kæri þakkir. Já. Byrja á að segja mér fullt nafn. Finnur Steingrímsson, skotfélagi Akureyrar. Sæll Finnur. Blessaður. Þú leggur á þig þetta ferðalag fyrir þetta? Já, ekki spurning. Já. Þetta er stærsta mót ársins, bara stærsta mót sem ég farið allavega. Fjölmennasta? Já. Nei, maður sleppir þessi, alls ekki, sko. Já, það eru fleiri núna en voru í fyrra, eða nána fleiri skráðir. Fleiri skráðir, já. Bara mjög flott, sko. Já, svo er spurning hvort einhverjir klikka á þessu. Einhverjir greinilega, 2 mann. Þetta er 2 vann. Nei, þetta er samt alveg glæsilegt. Mjög flott mót, sko. Já. Mér líst nú ekkert á hérna í gær, sko. Ég var hérna í sólinni og sá ekkert og fyrir nú settist og fór niður og þannig að þetta var svona happ og glappa einstillingin. Já. En þessi riðill fekk ágætis aðstæður? Já, bara fínar, mjög fínar. Já. Og vindurinn góður? Já, hann var mjög lítill, bara sárlítill. Já. Og ég var allt í lagi 100 aðeins lágur. Þetta er þá mjög eftir 10 í ofanvenna og klára 200 voru eitthvað skrýtnir og líka skrýtnir í gær. Það var ekki rétt hlutfall milli 100, 200, 300. Þeir komu einhvern veginn hurðar út í gær. Það voru margar ferðir út og þetta var hérna á gólna og allt eitthvað upp og niður. Já. Þannig að 200 var eitthvað út úr korti svona í fallinu. Já. Það verið hellingslágur og miðaði eitthvað upp. Og svo reiknaði ég þyrfti sennilega bara bæta við 8 klikkum á 300. Gerði það. Þá fór ég bara upp fyrir út í 0, bara rétt út af þarðarringin. Já. Þannig ég þurfti að miða restina niður í neðsta hringin bara 0 á sín hérna kl. 6:30 eða eitthvað og það var svo rétt, þetta var aðeins í kringu 10 þannig 7-8 eða eitthvað. Já. Þannig að já, ég hef maður verið réttar á 200 þá var náttúrulega ekki verið réttar rugl þar og 300. Það var þetta bara fínt sko og aðstæðar eins og maður var hérna skítræddur í gærkvöldi og þetta verið eitthvað klúður í dag, myndi ekki sjá neitt og þetta er skotið kannski 1 færi eða eitthvað en þetta er bara flott svona. Einmitt. Og já, engin típur á þannig, ég sá götur öll á 300 og allt svolítið sko. Já, þannig að það er spurning hvort að þú haldir titlinum frá því í fyrra? Gæti verið, það er alltaf munar að vera með 1 skot þarna inn úr liði. Já. En hinar voru svona hringur utan tíguna, svona 7-8, þannig að það getur verið bara langlínu 30 stig samt sko. Já. Þannig að, já, þetta er eftir hvað henni klúra. Já. Þetta er núna næstir riðill var þetta flott svona sko, held ég. Já, ég geti trúið því. Þannig að ja, þetta er alveg gaman sko, þetta er spennandi, þetta er. Já. Maður er ekki alveg hérna vonulegs núna eins og er gerkvöldi, ég var lengi að sofna, ég var alltaf að velta fyrir hvernig væri hægt að redda þessu sólskínsmáli og slíku með hlífum og einhverju hérna vissinni og svo bara þurfti þess ekki, þetta er bara flott að skjóta. Einmitt. Bara gaman. Takk fyrir þetta. Björn, hvernig gekk þér að skjóta í dag? Það gekk bara þokkalega vel. Já, ánægður með? Já, mjög sáttur. Allt í 10 og 100? Í minnstakosti, sko. Já. Nei, ekki alveg allt en... Sástu ákomuna? Á 100, já, svo ég vel. En 200? Það var allt í lagi þar líka. Já. Sáttu við það. Frábært, en 300? Ekki alveg sáttu við það. Nei, þú séð ákomuna? Ég sá eitthvað af henni. Já. Það er nú orðið ansi langt, 300 metrar. Já. Hefur þið keppt áður hérna? Ég var í fyrra. Þú varst í fyrra líka? Já. Heldur það að það gengir betur núna enn í fyrra? Já, ég held það. Það eru betri aðstæður svona, það eru tölvöld betri aðstæður, heldur þú voru í fyrra. Já, minni vindur og... Já, og beint í bakið en annars. Nokkurn veginn. Já, mikið betri aðstæður, engin sól á móti. Já. Þannig þú ert bara sáttur? Ég er mjög sáttur. Gaman að hitta allt fólki hérna og svona. Einmitt.
Jæja, Sannur. Hvernig gekk í dag? Það gekk allt í lagi, held ég. Já, betur en í fyrra. Þú lendir í vandræðum í fyrra. Ég lendi í vandræðum í fyrra. Ég mundi eftir öllu núna. Já. En ég var ekkert að skjóta vel núna 100. En það var nú bara markmiðið að tvöfaldarskori í fyrra og hitta skífurnar. Allar skífurnar, svona. Svo getur ekki notað þetta aftur. Og sástu hvort það hefði tekist? Nei, ég sá það ekki að róðurum. Já. Ég var lent í einhverjum tímaþröng þarna með þetta. Ég var í brasi með magasinni hjá mér. Já, já. Brellir, þannig að það kom tvisar hjá mér, það var ekki skot í hlaupinu, þannig að lent í svona þeim. En þetta slapp. Já, þú náður að klára skátöldum. Ég náður að klára skátöldum. Þetta er frábært mót hjá okkur, þetta er flott veður og smá sól hann í restina, en það truflaði mig lítið. Já, gott. Já, takk fyrir það, takk sömuleiðis. Mörður, hvernig gekk þér að skjóta í dag? Afleitlega, en ég er ekki hér til þess að vinna, ég er hér til þess að skemmta. Já. Og skemmta bæði sjálfur mér og öðrum ef ég get. Já, frábært. Þú er ekki keppt í þessu móti áður? Nei, ég vissi ekki að það væri til fyrir 3 vikum síðan, eða svo. Og hvað það skella þér? Já. Getur manna að ræða, taka þátt. Sástu hvað þú varst að setja á kúlurnar? Á 100 metrunum sá ég hvað ég var að setja og líka á 200 metrum. Ég veit ekkert hvað gerist á 300 metrum. Nú kemur það bráðum í ljós. Það verður fróðlegt. Já, það verður spennandi að sjá það. Já, spennandi að sjá það. Nei, hér er ég til að vera með, hér er ég ekki til að sigra. Það er engin von til þess, held ég. Já, takk fyrir. Takk. Gunnar, þú ert mættur á Suðurlandinu. Já. Alltaf ég gaman. Já, fulltrúi Skotíþróttafélag Suðurlands. Já, einn af þeim. Já, eru fleiri? Já, við erum hérna sannlega 4. Já, frábært. 4, allan á 4. Já, ertu ekki formaður en þá? Jú, ég er formaður og ég er bara mjög ánægður með það og við vorum að græja 300 metra marki á okkur í sumar. Já. Sem er bara, menn geta komið og eitt sig. Já. Og það er bara, það skiptir máli að dálítið deyfð í þessu, en ég er bara mjög ánægður með það hvað margir mæta hér og þess vegna verður maður bara að mæta á sína lit að hafa gaman af þessu. Ég hef bara ógeðslega gaman af þessu. Þetta er fyrst og fremst hugsað sem skemmtun. Já, þetta er skemmtun. En hvernig gekk þér að skjóta í dag? Hæ? Hvernig gekk þér að skjóta í dag? Það var alltaf skrítið hvernig hann er, sko. Ég stilt hann í gær og hann var bara á punktunum í gær á 100 metrum. En það er eins og að sé eitthvað öðruvísi hérna og maður liggur líka. Og hérna, ég held að þetta sé allt í lagi, sko.
Heldur það 100 metrarnir séu ekki jafn langir á Suðurlandinu og hérna á höfnunum í höfnunum? Gætu verið að það færi ykkur skekkja á milli. Já. Nei, þetta er allt sama. 100, 200 og 300. Einmitt. Og ég sá til dæmis á 200 metrarna hjá mér, fyrsta skotið, þá var hann bara alveg út í jaðrinum. Svo ég þurfti að fara til hliðar til þess að ná honum inn. En ég held að sé nú engin vindur og við rétt sluppum við sólina sem betur fer. Hún er alltaf skaðaldur hérna og bæði fá tíbrá og fá hann að beita í andlitið. Það sem er Skotfræðis hjá ykkur er betra, þið skjótið í norðurátt? Já, við skjótum í norðurátt og það skiptir alltaf máli. Við erum oft með norðanvind og það er þægilega eiga við það. Hérna er ekki alltaf norðanvindur, hérna er alltaf austlægri vindar hérna, eða vestlægir. En þetta er bara mjög gaman. Geggjað. Takk fyrir Jómin. Haukur? Já. Kemur þú á Suðurlandinu? Já. Á Sankt Gunnari? Já. Einmitt. Hvernig gekk þér að skjóta í dag? Bara sæmilega, ég hefði nú viljað svona sjá aðeins þéttari grúpur en þetta er alltaf leið. Já, við rífum það ekki alltaf. Jú. Hvernig voru 100 metrarnir? Lala bara. Já, en 2 og 3? Bara allt svipað. Já. Heldur þú að varst að skora jafn mikið á 200 og 300? Og 100? Svo sem litla stækkun, ég sá illa á lengri færunum hvað ég var að grúpa en Já. En bara sáttur við? Já, þetta er bara til gamans gert. Já, það er nú fyrst og fremst. Heyrðu, takk fyrir. Heimir, hvernig gekk þér í dag? Gekk bara þokkalega held ég. Ég er bara sáttu við þetta. Ég hef oft gengið töluvert verð. Já. Þannig þú ert kannski bara að taka fyrsta sæti núna. Þú varst í verðlaunarsæti fyrra, eða ekki? Er það? Ég maður það ekki. Ég minni þá að það hefur verið í... Já, það getur verið sko. Ég þorði samt ekki að fylla það. Nei, ekki heldur. Það er aðeins... Einhvern tímann. Það er kannski 2 ár síðan. En nei, ég held að það sé nú ekki nógu gott til þess sko. Það er fínar aðstæður. Ég held að það sé margir að skjóta mjög vel og nokkrir þræl og annur og flinkir, þannig ég held að við býðum bara, sjáum hvað gerist. Þetta er allavega einhver staðar aðna. Sástu? Efri helminum. Já, sástu ákomunni hjá þér? Já, sá alveg út á 300 sko. Já. Sólum var svolítið á móti, þannig í lokin. Já. Leðið því byrjaði á 300, þá var sólum komin, skíin farin frá sólu sko, þannig að það er svona aðeins byrðið. Er verið að sjá? Já. Gekk mjög vel á 100 sýnt mér. Já. Þetta spyrjum alltaf á leiksklokum bara, eins og venjulega. Það var allt inn í hring allavega. Já, frábært. Það er bara sigur. Gekk mjög vel bara. Takk fyrir það. Svo mjög takk. Hvernig gekk þér að skjóta í dag?
Þetta gekk eins og yfirleitt bara ágætlega. Það snýst að sjá missi sín á 300 og það hefur klikkað síðustu 2 ár. Já. En núna sá ég eitthvað allavega, þannig að ég ætla að vona að það sé aðeins skárra heldur en. Þannig að þú varst að hitta skífuna? Ég var að hitta skífuna eitthvað, já. Á 300? Eitthvað, já. Já, og hinnar? Já, það er nú léttara, sko. Ekki lentir inn í vandræðum? Nei. Ja, það kom aðeins sólhorn, maður lækka bara stækkunina niður í svona 10-12, kom beint á móti það því ég var ekki með sólskipni á kíkinu. Já. En öðru liti engar afsakanir, sko. Einmitt. Heyrðu, takk. Helgi, þú ert nú að keppa hérna í 3. eða 4. sinn eða 8. 3. sinn. Já. Og ert alltaf að bæta þig? Já, ég held það. Ég gekk allavega mjög vel núna og 100 og 200 skífunar eru flottar. Já. Svo var sólin aðeins að trufla á 300, en öll inn í hringnum. Já, frábært. Þannig að þetta gekk bara nokkuð vel. Já. Þannig að þú ert jafnvel að skora bara betur heldur en fyrir skiptinu eða hvað? Ég held það, já. Svona allar aðstæðum nema sólin eru betri heldur en hefur verið hérna hjá okkur. Já, það myndi segja mjög lágt á lofti og svona erfið í kíkinum og... Beint á móti. Já. Já, þetta er frábært. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Þetta gekk ágætlega held ég. Já, ánægðið með árangurinn? Já, þetta hefur verið verra. Já, sástu alveg hvað varst að skjóta? Já, ég sá ágætlega á 100 metrum, ágætlega á 200 metrum, en svo svona var aðeins blindar á sól á 300 metrum. Já. Er þetta fyrsta skiptið sem þú keppir? Já. Já. Þannig að þú bara haft gaman að þessu? Heldur betur. Já. Heyrðu, kærar þakkir. Takk fyrir þess. Jæja Bjarki, þú ert formaður skotíþróttafélag Kópavogs eða ekki? Já. Þannig að þú ert að koma að keppa hérna í fyrsta skipti. Í fyrsta skipti og ekki bara að keppa, ég er að koma hingað í Hafnir í fyrsta skipti.
Stórkostleg upplifun. Já, það er góð aðstaða þína. Mjög fín, það er til fyrirmyndar. En hvernig gekk þið nú svona á fyrsta veðri framóti? Já, það gekk bara ekkert vel sko. Þetta var bara miklu erfiðar en ég gerði mig grein fyrir. Já. Ég var náttúrulega óheppinn með sólina. Já. Þú veist, hún var einhvern veginn akkurat bara í sjóndeildarhringnum þegar við erum að byrja að skjóta sko. Já. Og minn búnaður kannski býður ekki upp á neitt mikið. Ég er með ódýrar græjur sko. Já. En ég sá að það var allavega 5 göt á 100 metra blaðinu. Svo veit ég ekkert hvað gerðist á 200 og 300. Nei, þú hefur ekki séð það? Nei, ég sá það ekki. Mig grunar að ég hafi gert mistök hérna þegar ég var að tikka kíkirinn niður. Ég hafi tikkað hann í vitlausa átt. Já. Ég er ekki viss samt. En þetta eru svo margir faktorar sem koma saman þarna. Að maður sér ekkert og það var eitthvað vesen að hlaða skotin og þá einhvern veginn þá triklar þetta niður. Þetta var svona dómínó áhrif sko. Já. Myndast stress. Já, og þetta stress myndast á æfingarleysi líka. Maður á að æfa sig, maður á að mæta hérna og vera þetta duglegur að skjóta. Já. Það er þannig sem að menn verða færir í ykkur. Einhver sagði æfingin skapa meistarann. Já, það stendur á einhverju blaði, einhver staðar. Já. Takk fyrir Bjarki. Takk fyrir. Þetta er fínar aðstæður, bara fyrir utan sólina. Það máttu vera ský í augnablikinu sem okkar eðl var. Já, nákvæmlega. Hefði verið óskandi. Já, var hann að hrekkja þér sólinn? Já, maður gæti ekki verið fullu zoom í rauninni að kíkja sko. Fór þetta bara allt í klær. Sástu hvernig þið gekk? Ég sá alveg vel á 100. Það gekk vel en sýndist ég að vera allan inn á blaði hinnum. Já, með allar kúlur. Sýndist það, Já, það er nú frábært. Nei, bara spyrjum að leikslokum, sjá hvernig það kemur út. Er þetta fyrsta sinn sem þú mæti? Nei, þetta er annað sinn. Já. Og ég næði ekki að standa við það sem ég sagði síðast að ég ætlaði að vera með hann að kíkja í en það er bara. Já, en heldur það staðið betur núna heldur síðast? Já, ég held það. Já. Ég held að það gengi betur sko. Það verður spennandi að sjá niðurstöðunar. Já, heldur betur. Takk fyrir. Takk sem leiðis. Hvernig gekk ykkur hjónunum í dag? Ég hef ekki hugmynd. Ég hef ekki hugmynd. Nei, hvernig stendur á því? Sáu þið ekkert? Nei, sólinn var aðeins að hrekkja mann. Já. Svo var nú einhver að benda mér á það að maður ætti að fá sér dýrar í sjónauka, að þeir virkuð betur á móti sól. Já, heldur það sé ekki bara vitleysa? Við skulum sjá til þeirra búið að telja stíginn. Já. Hvort að þessi með dýri sjónaukarna séu nokkuð að skjóta betur? Ég held að meðan við það að á nývirði þá var sjónaukinn hann við hliðina á mér ætla hann hafi ekki verið 20 sinni dýrar en minn. Já.
Þannig að hérna hann má skjóta æði mikið betur til þess að það sé fyrir sjónaukanum. Já. Já, en það nú kannski ekki meginmarkmiðið. Nei. Nei, þetta nú bara að vera með. Já, þið hafa ekki verið alveg staðráðin í að koma til að vinna. Nei, þetta er bara til að hafa gaman. Já. Ég kom bara með svo þetta er ekki ókallegt. Já, nákvæmlega. Það mætti gjarnan vera fleiri konur. Já, ég segi það. Hvar eru stelpur? Hvar eru allar konurnar sem er búin að veiða hreindýr? Ég segi það. Og hvar er hreindýragætin? Hvern maðurinn? Já. Það munir sjálfsagt austur í Dýrafirði. Já. Nei, hérna Berufirði segja. Dýrafjörður er annars staðar á landinu. Ég veit það. Já. Heyrðu, kæra þakki fyrir þetta. Já, takk sömuleiðis. Jæja Árni, hvernig gekk þetta? Hvernig var þetta? Þetta gekk held ég bara þokkalega svona með að við hvað ég sá illa á spjöldin sko. Já, á hverju sást illa á þau? Ég átti bara erfitt með að halda honum kyrrum. Hvað segir þið? Ég átti bara erfitt með að halda riflunum kyrrum sko. Já, það er ekki einfalt alltaf. Nei. Og með það svona lausan? Já, einmitt. Já. Sástu hvernig nákvæmlega var hjá þér? Ég er alveg ekki efstur held ég sko, en ég er nokkuð viss að kúlurnar hafi farið eitthvað inn á allavega inn í hringinn á 300. Já. Frábært. En 200? Já, þetta er út allt spjald bara. Heldur þú sért að standa þig betur núna en í fyrra? Þú getur í fyrra á það ekki? Jú, mun betur. Ég klúðraði þessu alveg í fyrra sko. Já, það eru miklu betur aðstæður núna í rauninni. Þó svo að við séum með sólina svona á móti. Já, í fyrra hafði ég aldrei skotið liggjandi á ævinni sko, þannig ég var bara að prófa það þegar ég laðist niður sko. Kom alveg aftan af mér. Já. Þannig þú ert búinn að vera að æfa þig í ár? Aðeins. Já. Takk fyrir. Takk fyrir. Mínútur eftir. Já, Jóhann. Þá erum við lokið keppni í hlaðtarfinum 2025 eða 6. Ætli við höfum þetta ekki 25? Já. Í fyrra var það 24. Já. Hvernig tókst þetta til hjá þig? Ertu að meina mótshaldið eða? Aðalega mótshaldið, því að þú ert nú svona sprautan í mótshaldinu hérna í hlaðtarfinum. Já. Jú, ég er bara mjög ánægð með það. Og ekki síst vegna þess að ég er með afburða starfsfólk með mér. Já. Og það er til dæmis þú, Stefán Eggert. Já, ég er svona íhlaupa Tryggvi. Og Bjarni Valsson. Og Jónas Andrisson náttúrulega, mótstjórinn. Já. Og Önundur. Já. Þannig að þetta er alveg toppmenn sem eru búin að láta þetta ganga bara mjög smurt. Já.
Það met fjöldi í þessu móti, eða ekki? Jú, ég held það. Það voru 55 skráðir. Já. Það einhver afföll. Og ég er nú að vonast þess að við náum 50. Það var sennilega eitt svona allavega mjög nálægt í að vera stærsta bara skotmót á Íslandi, held ég. Já, ég þekki það nú ekki. En menn hafa talað það að þetta væru fjölmennustu riffilskotmót á Íslandi. En svona svo við víkjum á mótinu sjálfu, hvernig gekk að skjóta? Já, ég byrjaði náttúrulega að klúðra fyrsta skoti. Já. Kippti rifflinu niður þannig að það fór, held ég 5 eða 6 eða eitthvað, eða fjarka, ég svo það ekki alveg. Var það á 100 eða? Það var á 100, já. Og síðan var hitt svona sæmileg grúpa í kringum 10-una. Skaustu 100 fyrst og svo 200 og svo 300? Já, gerði það. Eftir á heikja var ég að spá í hvort ég hefði kannski átt að gera það öfugt. Ok. Af því að eftir 10 skot þá er hlaupið orðið heitt og komið meiri tíbrá. Já. Og þá vorum kannski meira áberandi á 300 metrunum heldur 100 metrunum. Já, það var erfiðara að sjá á 300 líka. Já, já. Mér sýndist þetta að vera alveg staðið próf sko á 200 líka. Já. Öll inni á 300? Nei, það var ekki sko. Jónas setti skífun á villisum stað. Já. Hann setti hann of sko lágt. Já, þannig að skotin hafa endað mjög ofar líginni hjá þér. Já, þau lentu eiginlega bara í brúninni efst sko. Þá getur skrúpa nema 1. Þetta verður náttúrulega tekið upp við Jónas fyrir næsta mót að hefta skífuna á réttan stað. Já. Það alveg grundvallar atriði. Já, þetta náttúrulega má ekki klikka sko. Nei, gengur ekki sko. En svo var ég meina spurningu til þín varðandi kaliberi sem þú ert að nota. Já. Ertu farin að hallast að bensrestinu? Nei. Þú ert enn ungur í anda? Já. Ég var með þetta blasilhlaup sem að ég ætlaði að láta smíða í annað kaliber. Já. Og var nú mikið að velta fyrir mig hvað ég ætti að fara í. 6 GT var ofalega á blaði. Já. En ég vissi ekki að væri nokkuð með það og ég held að það heiti bara tómt vesinn. Ok. Þannig að ég ákvaði að fara í 30 BR og vegna þess að ég á þannig hlaup í á Stillerinn. Já. Annan riffil sem ég er með. Og mér finnst mjög gaman að skjóta því. Það er mjög erfitt reyndar ef það er vindur vegna þess að rekið er svo mikið. Fallið er ekkert vandamál. Nei. Segi í dag eftir að hafa klúðrað 300 metrunum. Klúðrað fallinu? Já, já. En svo hafði líka áhrif að ég átti til dæjasett. Já. Og ég átti til eitthvað 400-500 hilki. Já. Og 2000 kúlur. Og þetta er nekktörnað en það ekki hjá þér? Jú. Þannig að talandi vesinn þá held ég að 6 GT sé alveg eitthvað sem hún getur skoðað seinna með. Já, já. Kannski gerir þið það. Já, sjáum til. Næstu ég læt Arnfinn skipta á hlaupum. Ég er enda með 2 svona blasilhlaup sem að ég læt Arnfinn skipta kaliber á. Já. Annað er 2506. Okay. Mjög skemmtilegt veiði kaliber. Já. Þannig að það fyrir örugglega annað eins á það ef mér tekst að skjóta því út áður í drefst. En heldur þú farið með 30 BR-in á hreindýraveiðar eða? Nei, ég gerir það ekki og ekki þennan riffil vegna þess að ég er með sérstakar riffil í það, K95, sem er bara 2,5 kíló. Og maður er svona aðeins að farin að mæðast með aldrinum og... Já, það munar hvert gram. Það gerir það. Og það er jafnvel þannig að þegar maður er búinn að labba í 2-3 tíma sest niður til að fá nesti og borðar inn á samloku og drekkur inn að kókumjólk og þá finnst manni bakpókinn hafi lest 20 kíló. Já, þetta hjálpar allt. Já, þannig að... En ég ætla bara svona í lokinni að þakka þér fyrst og fremst fyrir að halda þetta mót því að þetta er náttúrulega mikill fjöldi af skotmönnum sem er búin að koma hérna undanfarna viku 2, skjóta mikið af skotum. Jú. Og ég vil minna það að þetta mót geti alveg hjálpa mönnum að skjóta og veiða og núla riffil sinn og læra að skjóta lengri færi hættur en 100. Já, það er ekki spurning. Menn æfa sig fyrir þetta mót og skjóta meira og verða bara betri skotmenn og betri veiðmenn. Og það er það sem við viljum allir. Já.
Við viljum það. Herðu, þá ætla ég bara að þakka kærlega fyrir bílið. Þakka þér, Stefán. Gunni, hvernig gekk þér í dag? Bara ágætlega. Aðeins og hár, en náðu svona leiðrétta mig. Já. Allavega 300, ég byrjaði á 300, það var á hár. Já. Þannig að ég náði að færa niður. Ég fæ alltaf eitthvað að stíðum. Já, einmitt. En á hinnum? Það er bara þokkalegt sko. Já. Það er svona, það telur eitthvað. Þannig þú ert sáttur? Já. Þetta er ekki fyrsta mótið þið? Nei. Ég er búinn að taka 3 eða 4 svona þátt held ég. Já, heldur að hafi bætt þig á þessu móti sem besta skori til yngra til? Nei, mér gekk held ég betur þarna 2023. Já. Ég held mér ekki, þá náði ég 4. sæti, þá gekk mér ágætlega sko. Já, það er nú góður árangur. Já, ég held ég náði ekki í dag. Já. Það kemur í ljós. Það kemur í ljós. Takk fyrir. Ekki máli. Sæll Steinar. Sæll. Hvernig gekk þér að skjóta í dag? Bara gaman. Já. Vel? Nei, svona allt í lagi. Já. En þetta er bara gaman, hann er 1, 2 og 3. Þetta er náttúrulega bara gert til þess að hafa gaman. Já, það er málið. Varstu að sjá hvernig þú varst að hitta? Já. Það leiði þetta tíbrá sko innan húsinu alltaf. Já. En ég var alveg að sjá að ég sá það ekki nógu vel á 300 samt. Já. En ég sá alveg 100 og 200. Þetta var svona undir væntingum, skulum við segja. Já, er það ekki alltaf þannig? Jú, það er alltaf þannig. Það gerir sér alltaf vonur meira heldur en maður í færum að skjóta. Maður er alltaf í keppni við sjálfan sig. Nákvæmlega. En það er gott að maður getur bætt sig. Maður getur alltaf bætt sig og maður getur alltaf lært. Já. Það er bara þannig. En þetta var gaman og vonandi er ég samt fyrir ofan meðalag. Eins og ég sagði alltaf í krakkana mína þegar þeir voru í skóla sko. Ekki draga niður meðal einkallinnar í bekknum. Vertu við aðeins fyrir ofan meðalag alltaf. Það fór aldrei fram á að vera fyrsta eða fá velun fyrir góðan skólaárangur. Ég get ekki farið fram á það við mig heldur. Þannig að ég verð að vera á sama stað. Takk fyrir. Takk. Hvernig gekk hjá þér í dag? Já, bara þokkalega vonandi. Já. Ég held ég að við verið svona sirkinn á blaði á þessum færum sko. Já, öllum, þú hefur séð það? Já, ég sá ekki 300 metrana. Já. Nógu vel. En 100 og 200,
Já, ég hafa farið 1-2 skot á blaðið. Og hefur þú keppt áður? Nei, Nei. ekki áður. En verður það veiðar hreindýr eitthvað? Nei, ekkert farið á það. Ekkert farið í svoleiðis. Þannig að þetta er svona fyrsta tilraun hjá mér að skjóta úr einhverjum alvöru rifflum. Já. Já. Ætlarðu að sækja hreindýr í vor? Nei, það held ég ekki. Nei. Æfa þig betur? Æfa mig aðeins betur. Allt í lagi, takk fyrir. Já, Emil, hvernig gekk þér í dag? Bara svona ágætlega. Já? Já. Þú hefur keppt áður? Já, nokkur sinnum. Og ert að bæta þig í dag eða hvað? Já, bæta mig á 300 metrunum. Já, alltaf blað. Sástu þú séð hvað þú varst að skora? Já, ég sá hvað ég var að skjóta og fyrsta skipti. Já. Já, það eru nokkuð góðar aðstæður í dag. Reyndar er sólin aðeins að hrekkja okkur. En þetta er svona með þeim betri aðstöðum sem hafa verið. Já. Þannig að ég hef verið að keppa. Einmitt, já. Þetta eru bestu aðstæður sem hafa bara verið, held ég. Já. Ég hef verið á öllum þessum mótum. Já. Já, ég vonum við þar. Hvernig var í dag? Þetta var mjög skemmtileg. Já. Mjög skemmtileg. Og nú vonast til þess að sé eitthvað þess allavega á blaði hjá mér. Já, sástu ekkert? Jú, ég sá alveg ágætlega. Sá kannski ekki alveg ákomuna á eins og 300. Já. En sá þetta þokkalega. Prófaði að byrja á 300 og vinna mig tilbaka til þess að sleppa á einhverja típra og sjáum hvernig það. Já, fannst þér það virka? Já, ég var allavega minni típra og allavega fannst mér á 300 sem hefði ábyggilega verið eitthvað meiri. Já, það voru í fyllin náttúrulega orðin. Já, það var þetta. Heitari eftir 10 skot. Já, og svo var það bara að nýta tíma að taka þetta rólega. Já, já. Þetta var mjög skemmtilegt, virkilega skemmtilegt, gaman að sjá þessa mætingu. Já, margir sem þetta. Já, þetta er óbáslega flott. Vel að þessu staði. Takk fyrir þetta. Ekki máli. Byrjaði að segja mig fullt nafn. Þórir Ingvarsson, skotíþróttafélagi Go-Box. Þórir, hvernig gekk þér í dag? Sko nú verð ég bara að vera alveg heiðarlegur og segja við þig að þetta gekk ekki nóg vel. Þetta var, en sko frammistöðulega séð, gekk þetta ekki nóg vel. En þetta var náttúrulega stórkostlega skemmtilegt og það er það sem skiptir máli. Ég er náttúrulega engin riffilskytta og mætti bara til þess að hafa gaman. Og þetta var sannlega gaman. Vöfflurnar stórkostlega, kaffið gott, félagsskapurinn enn betri, en svona framistæðan hvað var það hittni var ekki frábær. En það er allt í lagi, við bara mætum aftur á ári og gerum betur. Þetta er fyrsta svona skottprófið, eða skottmótið, svona veiðir í flapp. Já, fyrsti tarfurinn minn og ég hefði staðist þarna hreindýrapróf fyrir nokkrum árum og skaut tarf og þetta var bara fínt svona að follow up á því. Já, einmitt. Þannig þú ætlar að sækja hreindýr aftur í vor? Ég veit ekki vor, en seinna, ég mun sækja hreindýr aftur. En já, en það er náttúrulega alveg frábært, ótrúlega skemmtilegt. En svo er þetta líka bara svo,
þetta er svo mikilvægt fyrir sko samfélagið, sko skotíþrótta og skotveiði samfélagið, að vera með eitthvað svona. Því að svo kemur maður og hittir fólk og spjallar og það er það sem er svo skemmtilegt við svona mót. Það er í raun og veru, það er bara einhver einn sem vinnur og það er örugglega alltaf sama fólkið, sko. Við bara erum hérna að skemmta okkur og hafa gaman og borða vaflur. Einmitt. Takk fyrir Þórir. Takk fyrir mig. Segðu mér fullt nafn. Pétur Hilmarsson og ég er enda meðlumur hérna í skotfélagi Keflavíkur en ég hef nú aldrei keppt hvorki á þessu móti en einu öðru móti fyrr. Já, þannig að þetta er ný reynsla. Þannig að þetta er ný reynsla algjörlega. Og hvernig var hún? Hún var bara fróðleg. Ég nú reyndar verið að veiða hreindýr alveg frá 2007 og farið svona flest sumur nema sumarið í fyrra. Já. En þannig að maður er svo sem verið vanur að koma hérna á sumrin og svona æfa sig fyrir skotprófið og náttúrulega veiðarnar. Einmitt. Og það var nú kannski eitt sem að ég veit ekki alveg sko hvernig verður með þetta svona á lengri færunum, hvað hitastigið hefur áhrif á skotferilinn, því að ég hef nú alltaf bara verið hérna svona yfir sumarið sko. Einmitt. Og kíkjum þá stiltur bara fyrir það sko. Já. Sástu hvernig þið gekk? Ég sá hvernig mér gekk á 100 metrunum, bara eins og segi, það var bara svo mikil, það var bara svo lélegur fókus á 200 og 300 metrunum, þannig að ég bara veit ekkert. Það var ekki séð ákomuna það? Nei, ég náði ekki að sjá ákomuna. Þú voru bara að bíða spenntur? Já, algjörlega, og svo ég er nú reyndar svo sem ekki minn einn sko ofurkíki, hann er með 16 stækkun mest sko. Já. Þannig að ég hef kannski kortið ekkert séð svo mikið á 300 metrunum sko, en ég hefði svona við góðar eðlilegar aðstæður, það hefði náttúrulega að sjá hvernig ákomuna væri á 200, en ég bara eins og segi, ég er svolítið í blindi á þeim færum núna. Já. Þannig að þetta verður bara fróðlegt að sjá það, en það er bara gaman að taka þátt. Já, takk fyrir. Já, takk. Já, Emir, hvernig gekk þér í dag? Ég bara hreinlega veit það ekki. Þú veist það ekki? Sást ekki hvar kúlurnar voru að lenda? Ekki á 200-300, nei. En á 100? Já, pínuhár. Já. Fannst mér. Aðeins öðruvísi en í gær þegar ég var að testa þetta. Já. Öðruvísi ákomin í gær? Já, allavega. Það var nær miðjunni í gær. Já. Sýndist þetta að vera heldur hátt, held ég. Varstu með eitthvað keppnisskrekk? Nei, það held ég ekki. Nei. En ég meina, það er nú alltaf munur að skjóta keppni. Ég býst við því, þetta er þetta fyrsta keppnin sem ég tek þátt í. Já, það er alltaf meira álag þegar og fullt af köllum allt í kring að skjóta og ávaðalæti. Algjörlega. Já, heldur þú myndum þetta aftur? Já, klálega. Þetta er nú bara góða vik.
Svona, heldur manni efnið aðeins. Já, já. Pæla í græjunum og sjálfum sér, hvað maður er að gera. Já, hefurðu farið á veiðar, hreindýra veiðar? Já. Það er stress líka, getur verið. Jú, þú stýrir því nú kannski stundum sjálfur aðeins, hversu ákafur þú vilt verða. Já. En það er alveg rétt, já, þú veist, það hefur áhrif, sjálfsög, maður hefur alveg upplifað það. Svona einhver tensjón í manni, sko, hún hefur mikil áhrif á hvernig maður skýtur, það er klart. Einmitt. Kærar þakkir. Svo lítið. Hvernig gekk í dag? Ég hef ekki hugmynd. Ég sá ekkert hvort ég hitt eitthvað eða ekki, sko. Þú hefur ekki séð göddin? Nei, ég held að sjónuginn hafi bara verið eitthvað illa stiltur. Já, þetta er fyrsta mótið sem þú keppir í? Já. Þannig að þú ert ekki vissum að hafa runnið gamla manninn í dag? Nei, ég stóri ef það. Já, hann er nú ansið segur, það var nú að næga. Já. En þetta er fyrsta mótið, hvernig var þetta? Þetta var svo sem bara fint, sko. Já. Heldur þú komin aftur næsta ár? Já. Akkur ekki. Já, ég segi það. Ef þú myndir velja, koma hérna á skotmótið að fara til tannlæknis, hvort myndir þú velja? Skotmótið bara. Skotmótið, já. Heyrðu, kærar þakkir. Takk fyrir. Vignir, þú varst að keppa í dag, hvernig gekk þér? Bara vel held ég. Já, gastu séð alveg ákomuna? Ekki alveg, nei. Nei, ég er að skjóta í fyrsta skipti og keppa í fyrsta skipti. Já. Þannig að ég skaut bara út á 300. Mér sýndist ég sjá og byrjaði bara 300 og fór svo í 200 og svo í 100. Já. En ég veit að eftir að ég hef verið glatt að byrja á 100, einu skoti. Já, það er spurning. Til þess að sjá þetta. Já. Ég var hræddur með að það komið svo slæmt skyggni og svo dimmt. Já, en við vorum búin að kveikja ljósin. Já. Þannig að það hefur nú hjálpað. Ef það hefur verið farið að rökkva. Já. Þetta var fínt. Ég er ánægður með það. Já. Held það. Þannig að þú mætir aftur næsta ár? Já, ekki spurning. Já. Heyrðu, kærar þakkir. Leiðis. Jæja, Einar, þú varst að keppa í dag. Já. Hvernig gekk þér? Allt í lagi, sko. Það er eftir með að sjá 300, en ég held að hitt hafi verið allt í lagi svona innan marka. Já. Engin bjalla til að heyra í eða? Nei, engin bjalla í þetta skiptið. Nei. En þetta er bara fínt. Já, ánægði með árangurinn? Já, bara gaman og ánægður, já. Það er náttúrulega fyrir öllu að njóta þess að skjóta? Já. En þú hefur nú verið duglegur að því síðustu árin? Ég hef verið duglegur að því, öðru sporti svolítið, en... Já, PRS-inu? Já. En þessi riffill er dregin út einu svona ári í tarfinn og það var skotið. Já, og kannski á reyndýr, ef þú ferð á veiða? Ef ég fæði aðeins aftur, þá
Já. Mikið fengið síðust ár, það má bara vona. En búinn að sækja? Já. Heyrðu, frábært. Yes, takk kærlega fyrir þetta, frábært framtak. Já, takk. Jæja Sverrir, hvernig var hjá þér í dag? Þetta var bara mjög rólegt afslappað. Ég svaf hérna í undirbúningnum og það var bara kósí hérna, þess að maður segir sko. Já. Þannig að þetta var mjög afslappað bara. Hvernig gekk að skjóta? Ég held að það bara gengi allt í lagi, en ég sá ekki orðið hérna blaðið á 300 metrum sko. Já. Það var rosalega erfitt, þannig að þetta var svona gisk. En öðru leiti bara allt í lagi sko. Er þetta fyrsta mót sem þú keppir í? Já. Já. En hefur verið að skjóta og fara með veiðar kannski og svona? Ég hef verið að skjóta svolítið með 22 sko. Já. Það er eiginlega það sem ég skýt mest með sko. Já. En ég hef ekki notað stóru riffluna nógu mikið. En ég ætla að bæta út í nú. Já, mæta tvíeldur næsta ár. Já, ekki spurning sko, ekki spurning sko. Kæra þakkir. Já, En þá liggja úrslitin fyrir. Þetta er harða og spennandi keppni. Og við veitum verðlaun fyrir þriðja, annað og fyrsta sæti. Og í þriðja sæti, aldrei þessu hann, Bjarni Valsson. Það var Bjarni í þriðja sæti fyrra líka, var það ekki? Jú, ég held það líka. Hann er orðinn áskrifandi að þessu. Hvað skorið? Þetta er þriðið ekki, já. Þannig að Bjarni fær hérna verðlaunarpenning. Það var með 5 stig. Takk fyrir það. Og hann fær gjafabréf frá Hlað upp á 25.000 krónur. Það var með 22 stig. Já, stigin voru 116, 48 á 100 metrum, þannig að hann hefði staðist hreindýraprófið. 41 stig á 200 metrum og 27 á 300 metrum, samtals 116. Þannig að við skulum gefa Bjarna gott klapp. Þá er það annað sæti. Það er Helgi Snær Jónsson. Helgi Snær skoðaði 48 stig á 100 metrum. Nei, hér er rugla. 47 stig á 100 metrum. 45 á 200 sem er mjög gott og 26, samtals 118 stig. Þannig að hann er 4 stigum eftir Bjarna. Nei, undan Bjarna. Ég er ruglaði þessu fram og tilbaka. En þið verða að virða mér það til tekna að ég er orðinn ellilífeyrisþegi. Man ekkert stundin lengur, þannig að þið bara passið upp á mig og ég sé ekki alltaf upp á mig. Og Helgi Snær fær gjafabréf frá Hlað upp á 30.000. Þeir eru 2 upp á 15. Gerðu svo er. Og þá er það sigurvegarinn í fyrsta sæti, annar áskrifandi að verðlaunum. Það er Finnur Steingrímsson með 122 stig. Hamingju Finnur. Þú átt að segja helviti hann Finnur. En hann vann í Finnar til það líka. Og hann fær gjafabréf upp á 50.000 krónur frá Hlað. Takk fyrir það.
og skorið hjá Finni var sem sagt samtals 122 stig, 49 stig á 100 metrum, 39 á 200 og 34 á 300. Síðan erum við með hérna aukaverðlaun sem er svona happadrætti og við drögum sem sagt það út úr þátttökuðum. Þannig ég með í þessum kassa númer á flautunum og þetta er sem sagt GPO, handsókniki og fjarlægðarmælir sem að hlað gefur. Er einhver hérna inni sem að var ekki að keppa? Jónas, Bjarni. Er ekki rétt að láta formannin bara að draga út? Færið ykkur aðeins undir lag. Ég var ekkert að reyna á mig sko. Eða, og hvað stendur á honum? Steinar Smári. A6. A6. Já, það er Draga aftur hann farið, þetta er ég. Nú hefur rugglast hérna uppröðinni. Er ekki frammi hann á listin? Við höfum að kíkja á blaðið, það hefur... Það er hvernig? Það var þetta rýða Aftur Brönnsvegs, það var þetta líka. Hérna, ég hef getað sleppt þessu móti ef það er, það er bara endur tegnum frá því fyrir en annars. Bjarni var samt 2 GP á hans sjónleika. Ég verð nú að segja það að ég er bara ánægður með hans spilufáta vegna þess að hann hefur verið stoð og styrkt okkar, Jónasar, við að halda þetta mót og alltaf boðinn og búinn að taka þátt, þannig að gerðu svo vel. Takk fyrir það. Og njóttu. Íslandar kaupan! Flott síðan fyrir það. Hvað segir þú? Já, það er bara fyrir að þetta á. Já. Það var reynda bara handsjóki. Það var hérna handsjóki bara. Já. En ég ætla að gefa hann til, þannig að ef þú drögur aftur, þá getur sá fengið hann. Ertu við? Já, má svo mikið. Þetta eru forlega hann aftur. Nei, hvernig komið það? Það er svo mikið. Það var sjálfur við hana. Bjarni Sigursson. Það er D4. Það er D4. Daniel 4. Heimir Haralds. Það er eitthvað staðnum hann. Það var að draga þetta. Hann er búin að vinna nóg á velunum. Hvað sem ég náður ekki, gefst það náfram? Nei, ég á sjónleikablaði fyrir það. Já, já. Sem er bara í kassan með þá. Ok. Þannig að þú fær hann bara, ég bara er í saman með hann. Ok. Takk fyrir það. Vel gert. Ég er með smá hérna. Við höfum búin að skapa smá hefð fyrir því að færa ykkur skóhornið og hérna við höfum verið með svona geðþáttar hver fær skóhornið. Fyrra var það hérna, hvað var það í fyrra? 4 ása hann á 200 metra. Já, þannig að við ætlum svona að láta skóhornið svona eftir okkar geðþáttar og við ákváðum að gefa Jóa skóhornið á. Það er svo gaman. Þá vil ég bara þakka öllum aftur fyrir þátttökuna og slíta þessu móti hér með. Takk fyrir. Takk sem leiðir.